Þessi þáttur í boði Bíóparadís sem besta bíóhús í heimi. Það eru 3 atrið eins og vanalega. Fyrir það fyrsta, föstudags partysýning á, gott fólk, þetta stórt, Shawshank Redemption. Við erum að tala Shawshank endurheimtina, kannski á íslensku. Þetta náttúrulega ein frægasta bíómynd allra tíma og mjög margir þegar þeir eru spurðir hver uppáhalds bíómyndin, þá segja þeir Shawshank Redemption. Þetta föstudags partysýning núna 19. apríl klukkan 9. Ég mæli með að næla sér í miða af því að þessi mun fara út, þessi mun uppseljast. Ok, síðan það miðvikudags bíó alla miðvikudaga klukkan 2. Ef þið eruð á næturvægt, komist ekki bíó á kvöldin, af hverju ekki fara í miðvikudags bíó alla miðvikudaga klukkan 2 daginn, þú veist, í birtu, bíó í birtu. Það getur gott. Og síðast en ekki síst, mynd sem ég nefndi reyndar í þar síðustu viku, sem ennþá í sýningu, Perfect Days. Þetta þýsk-japansk bíómynd eftir Wim Wenders japanskan ræstitækni sem keyrir á milli starfsstöðva og hlustar á rocktónlist. Þessi á að vera mjög góð, hún með háa einkunn og ég veit að aðleikarinn flottur. Þannig að þetta þrennt og fleira á bioparadís.is. Þessi þáttur líka í boði heimsenda fjölskyldunar á Patreon og það eru nokkrir loftsteinar sem styð okkur þar. Það eru $30 áskriftir. Þetta eru Þorgeir Pálsson, Óskar Kemp, Discover True North og skilaboð til alheimsins. Stormar fá eikur til að skjóta dýpri rótum. Ég veit ekki hvort það séu til eikur á Íslandi, en það eru vissulega til eikur hér í Hokkaido og það eru líka til stormar hér í Hokkaido. Ég að reyna að læra af þessu því þetta mikilvægt. Ég að reyna að vera eins og eikin góða af því að það eru stormar sem hanga yfir mér. En það annað mál. Takk fyrir stuðningin heimsenda fjölskylda og hér kemur þáttur dagsins. Gott fólk, verið velkomin í þátt númer 119. Þetta hlaðvarpið heimsendir sem heilsar frá Sapporo eins og ávallt og þetta lífið í svo nálægt í. Þetta lífið í Sapporo. Ég ætlaði að segja lífið í Tókjó. Nei, lífið í Tókjó búið. Nú erum við í Sapporo og þessi þáttur ber titilinn Svona verðurðu 120 ára. Við ætlum að verða 120 ára gömul. Ég 31 ár sem þýðir að ég 89 ár eftir og ég ætla að njóta þeirra til fulls. Það eru nokkrir punktar sem við ætlum að byrja á af því að þetta nú lífið í Sapporo þáttur. Ég ætla að segja ykkur frá lífinu hérna og hvernig þetta hefur verið síðustu daga. Ég ætla samt að byrja á því að fá mér sopa. Nú erum við að vinna með límonaði og fyrir þau ykkar sem ekki vitið þá límonaði í mínum bókum einfaldlega sítrónusafi í vatn. Engin sykur. Ef ég í stuði þá kannski smá sjávarsalt. Það mjög góður drykkur. Ég heyrði einhvern tímann að C-vítamín skemmtist í hita. Það að segja fólk fær sér sítrónusafa út í te og það rosalega bragðgott, en C-vítamínið einhvern veginn ekki lengur til staðar. Þannig að ef fólk vil fá C-vítamín á morgnana þá mæli ég með að kreista hálfa sítrónu út í vatn, málið dautt. Fáum okkur sopa. Svo þetta líka bara góð drykkur. Þetta svolítið eins og misa og mér finnst misa góð. Ég kannski einn af fáum Íslendingum sem finnst misa góð. Nei, við erum alveg þó nokkur eftir. Lífið í Sapporo. Byrjum á fyrsta punkti sem fjallar lífið í Tævan. Ég var í Tævan fyrir viku og Tævan var svo allt öðruvísi heldur en Sapporo, svo allt öðruvísi heldur en Japan og það var svo mikill hraði, það var svo mikið sem gerðist og þetta var í raun bara ég í bara fræði minni eða ég veit ekki hvað van undirbúningi þá einhvern veginn hélt ég að ég var að fara í frí. Ég hélt að ég gæti legið á Sundlaugarbakka í Tævan og slakað á.
Ég hef aldrei haft jafn rámt fyrir mér. Þetta var sko, og það er kannski ekki Tævan að kenna, en þetta var allt nema frí. Þetta var, við vorum alltaf með 5 mánaða dreng og stóran barnavagn, og stór barnavagn í Taipei er ekki góð hugmynd. Það er einhvern veginn, það er engir veitingastaðir, það eru bara veitingabullur sem eru svona hálfopnar sjoppur, og þú situr með bakið út í götuna og finnur bara mótorhjólinn strjúkast við bakið á þér sko. Þetta er ekki staður fyrir 5 ára gutta, nei 5 mánaða segi ég. Þú veist, og svo bara kemur einhvern veginn vindurinn inn, það var náttúrulega frekar heitt, en svona, eins og ég segi, þetta var ekki frí, og það sem gerist líka í Tævan er að við lendum í 7,3 stiga jarðskjálfta á fyrsta degi, bara fyrsta morgunin. Við sváum í 5 klukkutíma, svo vorum við vakin upp við 7,3 sko, stiga jarðskjálfta, hinn stærsti í sögu Tævan síðustu 25 ára. Við vorum á 29. hæð og nú er ég ekki einu svona íkja, við köstuðumst fram úr rúminu, ég greip soninn, skilurðu, og við köstuðumst fram á gólf. Ég þurfti að bera fyrir mig vinstri hendina svo ég myndi ekki fara með andlitið í gólfi, og þá náttúrulega hafði ég bara eina hönd til að halda á Emir. Sherin, kona mín, hún bara datt á hnén og bláa marinn eftir það, og við einhvern veginn skriðum að útganginum og vorum svona að gera okkur tilbúin að bara flýja, en samt á 29. hæð í byggingu sem sveiflast, kastast til og frá. Þú veist, þið getið valla ímyndað ykkur hversu mikil hreyfing þetta er. Það er bara ekkert sem hún getur gert. Það eina sem ég gæti hugsað var að drulla mér frá glugganum og drulla mér að hurðinni og reyna að opna hurðina, þú veist, áður en að hún, ég veit ekki, læsist eða eitthvað. Og svo bara biðum við sko. Þetta var svona 20-30 sekúndur að líða yfir, ganga yfir, og svo bara fylgdu náttúrulega margir eftir skjálftar í kjölfarið. En þetta var hrikaleg byrjun á annars ágætu ferðalagi, ekki fríi enn og aftur, en góðu fréttina fyrir ykkur eru hins vegar þær að ég var með myndavélina með mér og ég tók upp stórglæsilega heimildamynd Tævan sem kemur í loftið núna á næstu vikum. Ég hef samt aldrei verið jafn þreyttur eins og eftir þessa 5 daga ferð til Tævan, en Guð blessi Tævan, frábær staður, þú veist, eins og ég segi, ekki staður fyrir 5 mánaða börn, en ef að þið eru kannski 3-4 vinir saman að ferðast og langar að skoða svona aðeins vestrænni útgáfa af Kína, ekki hanga mig á þessari túlkun, ég hef ekki komið til Kína og ég veit svo sem ekki hversu vestrænt Tævan er. Fyrir mína parta var það ekki vestrænt, miklu sko óvestrænna heldur en Japan, og Japan er nú ekki einu sinni það vestrænt sjálft sko. Allavega, Tævan var flott, góð matur, við lifðum af stóran jarðskjálfta og ég bara segi enn og aftur, Guð blessi Tævan. Herðu, næsti punktur, vorið í Sapporo. Það er komið vor eins og við nefndum í síðasta þætti og það býður upp á eitt hvað sem mér finnst virkilega skemmtilegt, sem eru vorverk. Það er að segja, á vorin og haustin líka, þá er maður að lakka pallinn, þá er maður að bera á húsið, þá er maður að gera við skemmdir, þið veitir. Og hér í Sapporo náttúrulega, þegar sko grindverk og pallar og annað kemur undan kannski 5 metra snjófargi, þá eru hluti bara brotnir og bognir og þá þarf að gera við þá. Og þessu fagna ég, af því að ef ég fæ ástæðu til að vera úti í sól, hlusta á gott podcast, skilurðu, bera á mig sólavörn og kannski vera bara bera ofan, skilurðu, þá er ég bara í essinu mínu. Það er eiginlega ekkert sem ég finnst skemmtilegra en að vera að vinna úti með höndunum. Að byggja nýjan pall eða eitthvað svona, það er bara skemmtilegast sem ég veit. Og nú er komið vor og nú er þessi verka detta í gangi. Ég er búinn að bera á pallin, ég er búinn að bera á verunduna fyrir framann, en það er nóg eftir. Það er eftir að bera á allt húsið, það er eftir að laga ýmislegt. Þannig að voruð komið gott fólk og þá setur maður á sig hanska, vorhanska. Ég hugsa að vorið taki aðeins lengri tíma að kikka í gang heima á Íslandi. Það er
hér eru komnar 22 gráður skiljiði, þannig að það er svona það er smá forskot hérna, fáum okkur sopa. Frábært límónaði. Herðu, ok, næsti punktur. Stress við heimferð. Sko, það er mánuður þangað til við flytjum heim til Íslands og ég veit ekki hvað skal segja. Þetta er eins og þegar við fluttum til Japan, nema hvað þá var ég einn með köttinn. Núna erum við 2 með köttinn og soninn. Kannski verður þetta auðveldara, kannski ekki. Það er endalaust vesen sem fylgir því að flytja, sérstaklega kött frá Japan til Íslands eða þá frá Íslandi til Japan. En það er líka vesen sem fylgir því að bóka bara flug og ég er að fara með hjól líka, þið vitið, og við þurfum að bóka barnasæti eða svona hvað heitir það? Barnaborð, barnabekk, svefnpláss eða eitthvað í flugvélni. Og þetta er 14 tíma flug sko, frá Tókíó til Helsinki og svo tekum við 3,5 frá Helsinki til Íslands og þú veist, það er bara endalaust stress. Og mitt ráð til ykkar, ef að þið viljið einhvern tímann búa erlendis, sem ég mæli eindregið með, ég held að það sé öllum hollt að búa erlendis í 1, 2 eða 3 ár. Svo má bara sjá til, fíla ég þetta ekki. Er Ísland best í heimi? Ok, þá fer ég bara tilbaka. Svo kannski tekja önnur 2 ár eftir 3 ár, þið veitir. En í grunninn er minn skilningur á þessu svona. Því meira öðruvísi sem lífið verður, því erfiðara verður það. Það er að segja að búa í Íslandi, í Reykjavík eða whatever, út á landinu þessuna, vinna 9-5, já bara einhverju fyrirtæki, þið veitir, kona, 2 börn, hundur og bíl eða eitthvað, skilurðu, kannski svona tiltölulega svona eðlilegt eða almennt líf. Þá erum við að tala bara að mjög margir er í þessum pakka. Hins vegar að búa í Tókíó með íslenskan kött, þú veist, þá ertu bara strax komin í eitthvað sem er miklu meira öðruvísi. Það býður upp á mjög skemmtilegar upplifanir, það býður upp á mjög góða reynslu og mikinn lærdóm fyrir þig. En það er líka miklu erfiðara. Þú veist, allt svona býr bara til ótrúlega mikið af verkefnum og áskorunum sem þarf að takast á við. Við erum að tala um sko innflutningsleyfi, útflutningsleyfi, vísa, sakaskrár, sakavottorð, hjónabandsvottorð, fæðingavottorð, þýðingar á fæðingavottorði, þú veist, löggildar þýðingar á fæðingavottorði, að borga hér, borga þar. Allt þetta, tímamismunurinn og auðvitað líka, skilurðu, það er bara endalaust maus sem fylgir því að bregða út frá hinum gullna meðalvegi. Og það að við höfum búið í Japan í 2 ár gaf okkur svakalega mikið, þvílíkur lærdómur, þvílík upplifun, þvílík reynsla, en þetta er uppfullt af veseni og rugli og áskorunum og það er bara staðan. Ég myndi ekki skipta því út, ég myndi ekki segja að ég myndi vilja fara tilbaka og sleppa því að flytja til Japan, alls ekki. Eins og ég segi, þetta er reynsla sem verður ekki metin til fjár, en ég hlakka til að koma heim til Íslands og verða bara smá venjulegur, verða bara smá eðlilegur, geta bara að tala við vini mína um eitthvað sem þeir eru að upplifa, en ekki að vera eitthvað, þú veist, alltaf að tala um eitthvað sem enginn skilur af því að ég er svo eini sem upplifa þetta. Sem sagt, núna þessa dagana þá er smá stress af því að við erum að undirbúa heimferð til Íslands og það koma ósigrar og það koma sigrar eins og við fjölluðum í þar síðasta þætti, en þá er bara mikilvægt enn og aftur að muna eftir því. Það eru til verkfæri, það eru til aðferðir og leiðir til að takast á við stressið og við þurfum að kunna á þær, við þurfum að geta náð í þær. Þannig að ég er að glíma við þetta. Gærdagurinn var erfiður, dagurinn dag er frábær. Ok, næsti punktur. Sonur minn Emir og japanska orðið Miruku. Ég hef fjallað um þetta áður. Í Japan þá er brjóstamjólk Bonju en Miruku eða milk þýðir ekki mjólk, það þýðir formúla. Þannig að sko fólk má ekki rugla þessu tvennu saman. Miruku er formúla og Bonju er brjóstamjólk. Samt ef maður fer á kaffihús þá er manni samt boðið Miruku sem
á þá við einhvers konar rjóma eða eitthvað þið vitið, þetta japanskan svolítið skrýðin sko, með þessi tökuvarð allavega Emir byrjar að drekka formúlu og hann fór úr lín yfir í machine, hann orðin eins og Michelin kallinn, þið vitið, af því að það meira prótín og það örugglega meiri kaloríur í þessari formúlu heldur en í brjóstamjólkinni, þannig að hann var mjög lín þegar hann var bara brjóstamjólk, en núna hann komin á formúlu líka og þá hann komin á sko dýrafituna og pálmaolíu og alls konar viðbjóð sko, að skoða innihaldslýsingu í þessum formúlum hérna í Japan, af því að japanska kerfið svo mikið byggt á ameríska kerfinu og ameríska kerfið elskar allt sem sniðugt og ódýrt og efficient og skilvirkt, þú veist. Ef að gera þetta organíst og ef að gera þetta að eins örugum valkosti og hægt ef að fullkomna næringuna, nei, fullkomnum framleiðsluna, við skulum besta framleiðsluferlið. Ef við getum keypt pálmaolíu frá Indonésiu á dollara í stað þess að nota náttúrulega mjólk frá kúabóndum í Bandaríkjunum, þá skulum við gera það og bara bæta pálmaolíu og dýrafitu og alls konar í þetta, það ekkert mál. Þannig að sko formúla í Japan eða Miriku, ef maður les innihaldið þá bara pálmaolía, svínafita, önnur dýrafita, önnur grænmetisolía, við erum að tala eitthvað kanóla, repju, alls konar drasl, bara fyrirgeðu, er þetta ekki fyrir ungabönn, okkur ég að gefa þeim pálmaolíu, allavega þetta hefur haft þau áhrif að Emir, hann að blása út kallinn og það eitthvað aðeins að setja hömlur á það. Við erum svona að reyna að finna góðan milliveg með brjóstamjólkinni annars vegar og svínafitunni hins vegar. Annar svona punktur son minn Emir, hann heitir sko officially, sem að sletti í Japan, þá heitir hann Otomo Emiru og ef að maður myndi stytta nafnið hans, þá yrði það sko Otomiru sem sko oatmeal, sem havragrautur, þannig að sonur minn havragrautur. Það verður gælunafnið hans, heyrðu havragrautur, gamli grautur, kottuð það. Jæja, ok, ég sko, kannski illa sofinn, kannski ég bara að missa vitið, en ég í galsa og ég í rugli. Fáum okkur sopa. 2 punktar eftir, svo förum við í japansku hornið og svo segi ég ykkur hvernig maður verður 120 ára. Ok. Trump tekur við og hnattvæðing liðin tíð. Ég var að skoða vídeo þau áhrif sem forsetakosningarnar í Bandaríkjunum eru nú þegar farnar að hafa. Trump ekki búinn að vinna, en hann eiginlega búinn að vinna. Það að segja, það bara ár eftir af valdatíð Bidens og alls konar þjóðarleiðtogar og alls konar þjóðir og alls konar fyrirtæki eru nú þegar farin að breyta stefnu til að undirbúa sig fyrir það að Trump tæki við. Til dæmis, Trump hefur hótað því að draga Bandaríkin úr NATO, sem þýðir að Evrópa nú þegar hætt að treysta á Bandaríkin í NATO og byrjuð að byggja upp sinn eigin herafla sem mótvægi við Rússlandi. Þegar maður skoðar efnahaginn í Evrópu, fólksfjöldan í Evrópu og vopna og heriðnaðinn í Evrópu, og sér að Evrópa urði til og 3-4 að byggja þannig heimafla að Evrópa geti staðið stök ein og sér óháð Bandaríkjunum gegn Rússlandi. Og enn og aftur, ég ekkert að reyna að vera eitthvað stríðshaukur hér að tala fyrir því. Ég hugsa að sé mikill realismi í því, það mikið raunsægi í því að allan svona einhver raunhyggja að ímynda sér að Evrópa þurfi að vopnvæðast og hervæðast af því að Rússar ekki að draga sig í hlé. Annað sem gerist í kjölfarið eða ekkert í kjölfarið heldur í raun áður en Trump mögulega verður forseti að Tævan gæti verið í hættu. Ég var þar fyrir nokkrum dögum og ég sá náttúrulega engin merki það að
Tævan væri að undirbúa sig undir kínverska innrás og þú veist, maður svo sem ég persónulega trúi ekki að það sé að fara að gerast á næstunni, kannski á næstu árum, kannski í annari mynd en maður myndir ætla, kannski meira í einhvers konar cyber, tölvu, jafnvel efnahagslegum árásum, frekar en bara all out stríð en oftur sem að sletti. Allavega, Tævan er svona, þú veist, það er stór spurningamerki með hvað Trump mundi gera varðandi Tævan og Kína. Ísrael fær kannski lausan tauminn, Trumparinn hefur sagt að hann mun ekkit skipta sér of mikið af því, sko, og svo náttúrulega, veit maður ekkit hvað hann mundi gera, en þetta allavega hefur hleypt alþjóðamálum svolítið upp í laust loft og það, þú veist, það er minnstur að hnattvæðing sé að líða undir lok er ekki beintengd Trump. Það er bara eitthvað sem hefur verið að gerast á síðustu árum, jafnvel áratugum. Hnattvæðingin náði hámarki og svo er hún í hjöðnun núna. Það er miklu meiri einangrunar stefna hjá mörgum löndum, samanber Bandaríkjunum. Þannig að það er vel áhugavert að taka púlsinn á þessu eftir 1 ár, sjá hvað hver er sigurvegarinn í forsetakosningum Bandaríkjanna og sjá hver áhrifin verða. Ég er nú ekki trefin af Biden heldur. Mér finnst merkilegt að í 400 milljón manna þjóð sem er sko stærsta hagkerfi heims, stærsti herafli heims, ein mesta nýsköpunar og þróunar þjóð heims, sko margir af bestu háskólum heimsins, kannski þangað til fyrir 5 árum, maður veit það ekki. Þú veist, Bandaríkin, greatest nation on the planet of earth, God bless America, þið veitir, allt þetta, að hún geti ekki pungað út betri kandidatum en Trump og Biden finnst mér merkilegt. Ég hlustaði nú á viðtölum daginn við Tulsi Gabbard sem ég hafði húmor fyrir 4 árum, 2020, held ég að hún hafi örugglega verið í framboði, eða hvort það var fyrir það, ég man það ekki, allavega. Ég hefði húmor fyrir henni, mér fannst hún skemmtileg þá, en hún er ennþá að tónlast á sömu málefnum sem eru bara að draga Bandaríkin úr alls konar stríðsrekstri og það er náttúrulega gott að blessa, en ég hefði viljað heyra kannski aðeins meira fjallað önnur málefni. Hvað það? Við erum líklega að fara að sjá bara slag milli Trump og Biden og ég, fyrir mitt persónulega leiti þá er hvorugur fullkominn kandidat. Ok, alveg að komast ekki ennum punktana. Í japansku er talað let's alls konar. Ég kalla þetta let's heilkennið. Þú veist, á ensku þá segir maður let's go, eða let's go to the beach, let's eat, let's have dinner. Let's er oftast, eða ekkert oftast, let's er alltaf forsprakki sagnorðs, eða það er að segja let's kemur alltaf undan sagnorði. Let us eat sagnorð, let us go sagnorð, let us have sagnorð. Í Japan hins vegar þá er let's eiginlega alltaf á undan nafnorði. Í Japan myndi maður heyra setningar á borði let's soccer, let's socka, let's outdoor, sem þýðir þá let's outdoors, let's bitcoin, ég hef aldrei heyrt það reyndar en þið veitir, let's tax report, skilur þetta er bara af því að það er eitthvað lost in translation, það hefur einhver misskilningur átt sér stað fyrir 20, 30, 40 árum og sá misskilningur hefur orðin bara rótgróin í japansku tökuorða í japanskri tökuorðaflóru. Það er að segja margir Japanir skilja orðin let us, let's sem forsprakka nafnorða, eins og maður getur bara sagt let's gambling, þið veitir, let's gamble er hægt en ekki let's gambling. Ok, þetta er mikil smáatrið sko, en mér finnst þetta alltaf fyndið því ég sé þetta og ég sá þetta í Tævan líka og mörg fyrirtæki eru með svona slagorð let's future eða eitthvað svona. Aja, ok, hvað er það? Talandi slagorð þá er ég með sleif, frábært stuðlun hér á ferð, slagorð og sleif.
Ég geri hafragraut á mótnana og ég er með sleif og þetta virðist vera svona einhver frönsk trésleif, svona gamaldags með svona tréskurði eða einhvers konar ágreftrun eða ígreftri eða hvað það heitir skilur, það er búið að skera í tréð nokkur orð nema hvað, þegar ég lít nánar á þetta þá stendur sko let the fun dishes nice cooking, let the fun dishes nice cooking og þá áttaði ég mig á því já ok, þetta er alltaf þessi sleif er búin til í Japan þó hún sé öll á ensku og enn og aftur þú veist, þegar það eru svona slagorð og alls konar ensk orð og enskar setningar á bólum, derhúfum innkaupapokum og sleifum þú veist, það er ekki fyrir fólk að lesa og skilja, þetta er bara eins og þegar hvíti maðurinn fær sér kínversk tákn sem tattoo, veist, þetta er bara þannig, það er enginn að fara reyna eitthvað að lesa í það eða, hörðu ég kann nú reynda að lesa hérna frábært, nei, þetta er bara því þetta er töff og það er bara alveg eins öfugt Japanin notar bara enskuna af því að hún er töff, meiningin skiptir engu máli, let the fun dishes nice cooking svo er eitt svona slagorðið viðbútt, ég var að sjá það er luxushótel sem er verið að byggja hérna, eða búið að opna hérna í Niseko sem er litla Ástralía hér í Hokkaido, það er að segja þetta er svona resort bær þar sem sko helmingurinn af öllum hótelum er rekinn af Áströlum og verðlagningin er svo há að það er eins og maður sé bara komin til Sviss allavega, það er luxushótel sem var að opna þar, ég man ekki hvað það heitir One Niseko held ég og slagorðið er One and only day, einn og aðeins dagur, gott fólk verið velkomin í One Niseko, einn og aðeins dagur. Þetta er frábært slagorð sem hefur enga merkingu og það er gaman af því þegar Japanir leika sér með enskuna. Talandi um japansku, skellum okkur í næsta dagskrárlið japansku hornið. Ég var með japansku hornið síðast á þetta og þá var ég að kenna ykkur japansku og þetta vakti gríðarlega lukku, fólk var alveg yfir sér hrifið og það er þess að náttúrulega halda áfram að kenna ykkur smá japansku. Í dag langar mig að fjalla núðlur og mat og við skulum bara demba okkur beint í þetta. Fólk kannast við ramen. Ramen er til á Íslandi, kannski ekki endilega alveg eins og ramenið sem hann myndi borða í Japan en ágætis ramen engu að síður. Og hvað er ramen? Hvað þýðir ramen? Ramen kemur úr kínversku, ég held mandarinn og er upprunalega lamjang, ég er ekki góður í kínversku framburði, lamjang sem sko skrifað með japanskum hætti endar sem ramen eða lamen og þetta eru upprunalega kínverskar núðlur í súpu en Japanin hefur síðan gert sitt eigið tvist, tekið sinn eigin snúning á ramen með til dæmis miso sem er svona einhverju liti sér japanskt og sojasósu sem er nú tilrendar í öðrum Austur-Asíulöndum en ramen eins og við þekkjum það í dag er svona japanskur snúningur, japansk túlkun á lamjang sem kemur upprunalega frá Kína. Ok, udon, hvað er það? Udon eru sér japanskar núðlur, þær eru mjög þykkar og maður þarf að tyggja þær svolítið vel. Mörgum finnst udon mjög góðar, mér finnst udon ágætar, svolítið skrítnar udon en það er oft svona, ég veit ekki, það er oft ekki eins bragðmiklar, stundum er udon hollara heldur en ramen einfallega af því að það er ekki notað jafn mikið salt, það er ekki notað jafn mikið fita, það er oft sko udon, þá fæ maður oft kannski sveppi ón í súpuna eitthvað þannig. Udon getur verið gott á köldum vetrardegi en udon er allavega þykkari núðlur og sér japanskt. Aðrar sér japanskar núðlur eru soba og soba er kannski svona hinn japanski þjóðarréttur þegar kemur að núðlum. Þetta heitir á ensku buckwheat noodles, ég veit ekki hvað buckwheat er en það er einhver tegund af mjöli eða hveiti og þær eru svona aðeins dekkri, þær eru svona grábrúnar,
þær eru hollari heldur en ramen og udon og þær, ólíkt hinu, þar að segja ramen og udon, eru oft borðnar fram kaldar. Þú getur fengið minna þessi kalla hiyashi soba. Reyndar er ramen líka oft borðið fram kalt á sumrin. Kaldar núðlur á sumrin eru mjög góðar. En soba, ef það er borðið fram kalt sérstaklega, þá færðu bara svona bakka af bara núðlum, svo litla skál með kannski smá soja og vatni og wasabi, svo færðu þarablöð og svo tekur núðlurnar, dýfir hún í skálina og þú veist, sígur upp, skilur, og þetta er soba. Ok. Yakisoba, yakisoba, yakisoba. Suimasen, yakisoba hitotsu kudasai. Yakisoba er bara soba nema með yaki. Yaki er steiking, þannig að þetta eru steiktar sobanúðlur. Þetta er mjög vinsælt hjá gömlum köllum. Þetta er svona sæt savory, þið veitir, þetta er svona umami plus sykur. Þetta er sko oft svolítið svona bragðmiklar núðlur, þeir eru steiktar með grænmeti og nautakjöti eða svínakjöti. Frekar gott sko, yakisoba, þetta er já, ég veit ekki hvað skal segja, þetta er bara svona stirfræ núðlur. Ok, þannig að yaki þýðir steiking. Hvað þýðir þá yakiniku? Yakiniku. Niku þýðir kjöt, yaki þýðir steiking. Þannig að yakiniku, steikt kjöt. Þetta er svona hið japanska barbecue, þetta er hið japanska grill. Og yakiniku er mjög gott. Ef og þegar þið komið til Japan, prófið yakiniku og ég mæli alltaf með. Allir hafa smakkað nautakjöt, allir hafa smakkað svínakjöt, allir hafa smakkað kjúkling. Hvað með að fá okkur nautahjörtu? Eða jafnvel nýru eða lifur? Hvað með að fá okkur nautamaga, nautatungu? Þið veitir. Innvolsið, langar mig að segja, þetta heitir innmatur. Líffærakjöt, skilurðu. Það er ódýrt og gríðarlega gott. Reyndar er sko hágæða nautalifur ekkert endilega ódýr. Af því að hún er mjög vinsæl og það er rosalega gott. Bara létt steikt lifur, það er ekkert eðlilega gott. Og hollt, mikið að járni. Haldum áfram með yaki. Yakitori. Tori þýðir full, á oftast við kjúkling. Yakitori, steiktur kjúklingur. Þetta er ekki Kentucky Fried Chicken, kjúklingur franskar og kók. Þetta eru lítil spjót með kjúkling. Alls konar mismunandi skurður af kjúkling. Það er bringa, það er læri, það er skinn, það er nankotsu sem er brjóskið, það er lifur, hjörtu, nýru, alls konar, þú veist, rassin, kjúklingarrassin, og þú getur fengið hann á spjóti. Yakitori er mjög skemmtilegt. Yakitori er skemmtilegu partímatur. Þið veitir, að fara á yakitori stað, fá sér nokkra bjóra, prófa alls konar vitleysu. Kjúklingarnýru, þið veitir. Mér finnst þetta allt mjög gott, en sjáum hvað ykkur finnst. Ok, við erum að komast í gerum þetta. Teppanyaki, þið hefur heyrt þetta. Teppanyaki, þetta er sko ekki sér japanskt, þetta er meira japanskt bandarískt. Ég held að fyrstu teppanyaki staðirnir voru opnaðir í Bandaríkjunum í Kaliforníu af sko japanskum innflytjendum, og þetta þýðir raun bara teppan, sem ég held að komi af tetsupan, sem þýðir iron pan eða járnpanna, og yaki steiking. Þannig að járnpönnu steiking, teppanyaki. Þið sitjið við borð og á miðjuborðinu er stór járnpanna sem er sjóðandi heit, og svo er einhver kokkur sem er að steikja hann fyrir framan ykkur, og svo kastar hann rækjunu upp og grípur, skilur, og kastar einhverju stykki upp og grípur svona með skyrtu vasanum, og þið veitir, þetta er svona eitthvað alls konar kjaftaði, og þetta er ekki eitthvað sem þú finnur í Japan. Japanski kokkar er ekki að kasta hlutum, þið veitir, þetta er bara eitthvað svona sem Kalifornía búinn bjóð til sko. En skemmtilegt. Ég hef einu sinni farið á svona í Mexiko, það var ekki góð matur, en þú veist, bara gaman að þessu. Ok, og til að setja þetta allt í samhengi, segjum að við ætlum að panta yakisoba, sem eru steiktar núðlur. Þá segir maður sumimasen, sumimasen, eða sko skrifað sumimasen, en M-ið er svona eiginlega hljóðlátt, þannig að þetta verður sumimasen. Þetta þýðir afsakið, afsakið, sumimasen. Yakisoba hitotsu kudasai. Yakisoba
eitt eða ein og kudasai er takk, eða sko ekki takk, kudasai er vinsamlegast. Yakisoba hitotsu kudasai. Yakisoba ein vinsamlegast. Þú veist, og þið í Japan getið prófað þetta og mögulega segir þjónninn æ, hvað sko mann í varst það? Sem þið bara, já, frábært, tek við því. Eða doju yakisoba desu ka? Sem þið hvernig tegund viltu? Og þá þið komin í vandræði. Nei, þetta er svona yakisoba og fleiri matur og fleiri núðlur. Þetta var japansku hornið í dag og nú skulum við fara í síðasta dagskráliðin sem er umræðan Svona verðuru 120 ára. Byrjum á því að ég játi það fyrir hlustendum og áhorfendum að stundum langar mig að verða 120 ára, stundum langar mig ekki að vera 120 ára. Þið veitir, af því að ég er bara 31 árs og ég er ungur en maður hefur gengið í gennum alls konar áskoranir og verkefni í gennum tíðina og þegar ég hugsa, tökum þetta þriðsvari viðbót þá einhvern veginn þá svona fallast manni hendur og maður segir ég veit ekki hvort ég nenni því sko. En samt það er markmið hjá mér að verða 120 ára og þetta er 50% alvara og 50% djók. Þegar vinir mínir verða 30 þá segi ég til hamingju 1/4 búinn og þá eiga þeir 90 ára eftir sko. En hver veit, kannski getur maður orðið 120 ára. Allavega, ég ætla að deila með ykkur því sem ég hef lært í gennum tíðina, bæði af lestri og rannsóknum en líka af eigin upplifunum og eigin reynslu. Því sem ég hef lært hvað varðar langlífi og að besta lífið, þið veitir, að bara að einhvern veginn láta sér líða vel og reyna að gera sitt besta til að lifa lengi og lifa góðu lífi. Sko, byrjum á því að disclaimera, af því að áður maður herjar inn á Ameríkumarkað þá þarf maður að fylla sko, þá þarf maður að gefa frá sér einhverja svona disclaimera og fyrirvara. Ég er ekki læknir, ég er ekki sálfræðingur, ég er ekki næringarfræðingur, ég er í raun engin fræðingur, ég er bara leikmaður og ég hef áhuga á svona hlutum. En ég get hins vegar sagt að ég hef líklega haft meiri tíma en margur til að prófa alls konar skemmtilegar hugmyndir á eigin líkama. Þannig að hér kemur mín reynsla. Ég er búinn að skipta þessu niður í 7 hópa eða 7 þætti og við skulum byrja á fyrsta þætti hreyfing. Ok. Og við ætlum ekki að hafa þetta super langt, við ætlum ekki að vera of lengi að telja upp hvert og eitt, en þegar kemur að hreyfingu þá spilar hún mjög stóran þátt í því að hjálpa þér að verða 120 ára. Af hverju? Af því að hreyfing er holl. Hreyfing er andstæðan við stöðnun og hreyfing stuðlar að heilbrigðum líkama. Hvað á ég við þegar ég segi hreyfing? Fyrir mína parta þá inniheldur hreyfing liftingar, cardio sem er til á íslensku sem er einhvers konar köllum það bara hlaup af því það er það fyrir mér, en cardio getur líka verið, þið veitir, hjól eða eitthvað sem kemur hjartslættinum svolítið hátt og reynir á æða og hjartakerfið. Það er cardio og reynir líka á lungun sem eru hluti af öndunarkerfinu, öndunarfærum, teygjur og praktík. Þetta eru þessi 4 hlutir. Það er að segja liftingar, að lifta lóðum, að lifta einhverju þungu eða að vera einhvers konar mótvægisæfingum. Þetta er mikilvægt af því að þú þarft að byggja upp sterkan grunn hvað varðar beinagrindina, hvað varðar vöðvakerfið, hvað varðar taugakerfið og liftingar eru góðar í það. Af hverju þarf þetta að byggja sterkan grunn? Já, af því að þegar þú ert orðið 90 ára gamall, ef þú ert ekki með sterkan grunn í þessu og misstígur þig, þá getur þú bara brotið allt, skilurðu. Þannig að það er mjög gott að vera með sterkan grunn í þessu svo að þú sért ekki bara á lífi 100 ára,
heldur svo að þú sért líka á hreyfingu 100 ára. Cardio, það er það sama nema það kemur meir inn á hjarta- og æðakerfi og lúnakerfi og hjálpar til við insúlín næmi. Síðan erum við að tala um teygjur, þú veist, eins og ég segi, ég er ekki íþróttafræðingur, ég er ekki læknir, þetta er bara hugmyndir sko, en þið getur bara lesið af hverju lyftingar eru góðar, af hverju cardio er gott, af hverju teygjur eru góðar og síðan af hverju praktík er góð. Og hvað á ég við þegar ég segi praktík? Það er bara sko hreyfing sem á við líkamann. Það er að segja, við erum rosalega góð líkaminn, svona almennt, við mannskepnan í því að ganga á fjöll, í því að skokka, í því að labba, þið veitir, þú veist, það er hægt að verða góður í sko svifflugi eða stangastökki, en mannslíkaminn er ekki gerður til að vera í stangastökki, eða þú veist, það þarf að læra það, en það að, þú veist, hlaupa, flestir kunna það og það er svona frekar náttúrulegt fyrir mjög marga að hlaupa, þannig að það er sem ég ávið með praktík. Og þegar ég, þú veist, segi praktík, þá meina ég bara fara í fjallgöngur, ekki vera alltaf á hlaupabretti, farið í fjallgöngur, farið í göngur, þið veitir, verið úti, allt þetta. Hafandi sagt það, þá myndi ég segja að besta hreyfingin sé bara sú hreyfing sem þú nennir að gera. Af því að þú græðir ekkert á að vera í ræktinni eða þú nennir ekki að vera í ræktinni. Þú græðir ekkert á að vera að teygja eða þú nennir ekki að vera að teygja. Ef þú nennir að skvassaðu þá. Ef þú nennir að vera í tennis, farðu þá í tennis. Ef þú nennir að, þú veist, ég veit ekki, ég meina, það er ekki hægt að skíða allt árið, en það sem þú nennir að gera, það er hreyfingin sem þú ættir að gera. Ok? Mataræði. Til að verða langlífur í mataræði, þegar kemur að langlífi, þá finnst mér mataræði geta verið mjög flókið, og af því að það getur verið mjög flókið, þá finnst mér eðlilegt að einfalda það niður í 2 orð. Borða mat. Það eina sem skiptir máli þegar kemur að mataræði er að borða mat, ekki rusl. Og hvað á ég við með mat? Þú veist, matur er matur, rusl er rusl. Úr hverju er makríll? Makríll er ekki úr neinu, makríll er bara makríll. Úr hverju er epli? Epli er ekki úr neinu, epli er bara epli. Úr hverju er peanut butter, Reese's peanut butter cup? Það er hins vegar úr fullt af hlutum. Það voru komið pálmaolju, kókó, smjör, þú veist, einhverja metta fitu, salt, fleiri grænmetisolju, kókóduft vonandi, þið veitir, sykur eða ekki sykur, kannski aspartam eða önnur sætuefni, þú veist. Þegar þú ert komið hluti sem þú getur sko listað upp 14 innihaldsefni og helmingin af því þekkjur ekki eða hefur aldrei heyrt áður, skilur, eitthvað svona sulfonat eða eitthvað svona algjört kjaftaði, skilur, þá er það ekki matur, þú veist, og það er alltaf að borða ekki mat. Ég myndi segja að borðaðu 80% mat og 20% ekki mat, eða 90-10, skilur, þú ræður, en allavega að borða mestuleiti mat. Úr hverju er kjúklingur? Hann er ekki úr neinu, hann er bara úr kjúkling. Úr hverju er, þú veist, nautakjöt? Það er ekki úr neinu, það er bara, en aspas, ekki úr neinu, það er bara aspas. Úr hverju er sko, Monster Energy drink, skilur, þú veist, það er bara úr sýru, skilur, það er bara úr eitri, þú veist, þá ertu komið með vatn sem er þetta náttúrulega, bara, þú veist, vatn er vatn, skilur, en svo ertu komið með eitthvað gúrana sem er unnið úr einhverju jurt frá Kína, skilur, þú ertu komið með eitthvað koffín sem er unnið úr einhverju öðru, grænu te, ok, skilur, og svo ertu með einhver litarefni, það er bara, og bragðefni og engan sykur, en þú satt með aspartam sem er enn og aftur sætuefni sem er ekki, þú veist, hvað það segja á við er, ef þú ætlar að borða, þá borður mat. Ef þú ætlar að borða rusl, þá takmarkur það. Ef þú ætlar ekki að verða 120 ára, þá getur þú bara að borða það sem vilt, skiptir engum máli, borða það bara rusl, það er bara fínt líka. Ég er svona eiginlega búin að útskýra af hverju, þú veist, ekki af því að við þurfum að takmarka okkur, nei, borðaði mat af því að það er gott, það er frábært, kjúklingur er góður, nautakjöt er gott, epli er góð, aspas er góður, bara hei, þetta er bara snillt, ég borðaði
peanut butter cup í gær, það var gott á meðan ég var að borða það, svo var það ekki gott. Ég misti matarlyst, mér leiði illa. Það var ekki gott eftir matinn, en það var gott á meðan ég var að borða það. Það er þessi ávið, þú veist, það má alveg svindla, en í grunninn þá borðum við mat. Ok, talandi um mat, þá komum við að þriðja þætti sem eru föstur. Og fáum okkur sopa. Talandi um mat maður, sítróna, þvílíkur matur. Ok, föstur verka mismunandi á mismunandi einstaklinga. Föstur er ekki eitthvað sem fólk ætti að taka upp á morgun og gerast meistarar í á þriðjudaginn, skilur það. Föstur eru eitthvað sem allir ætti að prófa, finnst mér, en hægt og rólega, og fólk þarf að vera hreinskilið og heiðarlegt við sjálft sig. Sko, ég byrjaði að fasta þegar ég var 3 ára. Nei, ég byrjaði að fasta þegar ég var svona, segjum bara 21 eða 2 eða eitthvað. Ég held, með minnir ég hafi verið að hlusta á Tim Ferriss á þeim tíma og hafi aðeins byrjað að skoða þetta. Aðalega hef ég verið að vinna með það sem heitir intermittent fasting, sem er einhvers konar föstur á föstum tíma og máltíðir á föstum tíma. Það er að segja, þú ert að fasta frá 8 á kvöldin til 10 næsta morgun, eða frá 8 á kvöldin til 12 næsta morgun, eða hádegi. Það er að segja, þá ertu komið með 16 tíma föstu. Þú getur líka tekið 14 tíma föstu eða 15 tíma föstu. Sumir gangi jafnvel svo langt að taka 20 tíma föstu. Ef ég myndi taka 20 tíma föstu, þá myndi ég deyja á 1 ári. Ég er með það hröð efnaskipti að ég verð að borða oft og mikið. Og sama hversu oft ég borða og sama hversu mikið ég borða, þá bæti ég ekki á mig. 7-13 og allt það, kannski breytist þetta bara á næsta ári, en þið veitir, ég er ennþá ungur og ég er ennþá 31 árs og ég er ennþá með ríkilega hröð efnaskipti, og það þýðir bara það að ég þarf bara að borða eins og svín, annars bara léttist ég. Ok? Hafandi sagt það, þá reyni ég að byrja ekki að borða fyrir 9 á mótnana. Mér finnst rosalega gott að fá mig kaffi bara á mótnana og borða svo bara eftir það. Í góðum heimi, í fullkomnum heimi, þá tek ég 14 tíma frá 8 á kvöldin til 10 daginn eftir. Síðan vil ég mæla með að fólk taki 3 til 5 daga föstur, 1 sinni til 2 ári. En og aftur, þetta gæti ekki átt við þig. Mögulega er alls ekki sniðugt fyrir þig að taka 3 til 5 daga föstur. En það getur sniðugt að prófa 14 tíma, svo 16 tíma, svo 24 tíma, svo 48 tíma og taka alltaf stöðuna eftir hverja tilraun og sjá hvernig þið fílið þetta. Þú veist, ef þið fílið þetta vel, frábært. Ef þið fílið þetta ekki, ekki frábært. Þú veist, maður þarf svolítið að títra þetta til og sjá hvað hendar manni sjálfum. Ég hef tekið 3 daga föstu, ég hef tekið 24 tíma föstu og ég hef tekið 5 daga föstu. Og það var rosalega áhugaverð upplifun. Það var erfitt, en það var mjög áhugavert og mjög lærdómsríkt, og mig langar að taka það 1 sinni til 2 ári þegar það fyrir aðeins að róast hjá mér í vinnunni og svona. En þið veitir, ég hugsa að það sé mjög gott fyrir líkamann að fá smá tíma 1 sinni til 2 ári aðeins til að jafna sig. Og þið getur þá bara lesið hver eru áhrifin frá intermittent fasting, hver eru áhrifin frá lengri föstum. Bara, ég hvet ykkur til að kynna ykkur þetta af því þetta er áhugavert. Þú veist, enn og aftur, ég er ekki læknir, en ég hef prófað þetta og þetta hefur haft góð áhrif á mig. Ok, þá var það þáttur númer 4, stress. Til þess að verða 120 ára, þá þarf að læra að takast á við stress. Stress getur verið jákvætt. Og íslensk orðið yfir stress er held ég bara álag. Álag getur verið jákvætt. Það er álag að detta 150 kílóum. Það er álag á beinakerfið og vöðvakerfið og taugakerfið. Svo fer maður heim og sefur og fær sér prótín og vaknar 2 daginn eftir, þið veitir. Svona jákvætt álag getur verið gott. Það er álag að fara í sánu, það er álag að fara í kalda, en stöðugt álag, of mikið álag, álag til lengri tíma, álag á nú þegar veikt kerfi, ekki gott. Og það er það sem stress er. Þegar maður er stressaður of lengi í of langan tíma,
þá er maður komin í vandræði. Auðvitað fyrir þetta eftir fólki og auðvitað eru mismunandi einstaklingar að upplifa mismikið stress í sínu lífi eftir aðstæðum. En ég hugsa að það sé gott fyrir langflesta, ef ekki alla, að byggja upp sitt eigið verkfærabox. Verkfæri til að takast á við stressið. Hvað á ég við? Þegar þú ert stressaður eða stressuð, þegar upp kemur álagstími, þegar allt fer í hundaskít, þegar hundaskítnum er hent í viftuna og herbyggið er veggfóðrað með hundaskít, skilur, þá þarf maður að geta kíkt hon í verkfærakistuna og tekið upp það sem hendar og það sem hjálpar manni að takast á við álagið. Fyrir mig er þetta ræktinn, útivist, fjallgöngur, sánan, heitipotturinn og kaldipotturinn og mögulega það að mála pallinn. Þau veitir, svona verk sem maður þarf ekki að vera að hugsa alltaf mikið og getur unnið utan þeirra, fengið smá sól, allt þetta eru hluti af verkfærunum mínum. Ég er búin að tónlast á þessu í síðustu þáttum og ég ætla ekki að endurtaka mig of mikið. Fólk þarf bara að finna það fyrir sig hver sín verkfæri eru, hvað hendar mér og hvernig get ég notað þessi verkfæri til að takast á við stressið. Og þú veist, maður græðir ekkert á því að vita hver verkfærin eru ef maður kann ekki að beita þeim. Þess vegna er svo gott að læra að lyfta, að læra að fara í ræktina, að vera góður í því. Þá er maður komið það verkfæri og getur nýtt sér það. Það er gott að læra að fara í göngutúra. Ég meina, við kunnum flest að labba, en hafið þið tilengað ykkur verkfærið göngutúrar? Ef ekki, þá þarf að læra það. Hafið þið tilengað ykkur verkfærið öndunræfingar? Hafið þið tilengað ykkur það? Gott og vel, þá er það verkfæri. Ef ekki, þá er það mögulegt verkfæri sem þið getið tilengað ykkur. Ok, af hverju er mikilvægt að fjarlæga stress? Nú þurfum við að leita ráða og við skulum skoða Mayo Clinic, Mayones-klínikin hjá Bandaríkjamanninum. Þetta er tekið af þeirra síðu og hér segja þau Common Effects of Stress. Þetta er sem sagt algeng áhrif stress eða álags. Það er hausverkur, það eru vöðvaverkir, það eru brjóstverkir, það er þreyta, það er breytt kynhvöt, sex drive, það er magaverkir og það eru svefntruflanir. Áhrif á andlega heilsu, kvíði, hér kemur gott orð, restlessness. Þetta er svona óeirð. Maður getur ekki slakað á. Þú veist, maður getur ekki slakað á. Síðan eru að tala um hvataleysi, fókusleysi, það eru vandamál með minni, hér kemur eitt á ensku feeling overwhelmed, þú veist, maður er bara að drukna undan álagi. Grumpiness or anger, þú veist, það er bara pirringur og reiði, leiði og þunglindi. Þetta er allt tengt stressi hjá Mayo Clinic. Hver eru áhrifin á hegðun þína? Borða of mikið, borða of lítið. Það er að segja fólk sem er mikið stressað eða er að glíma við stress til langs tíma getur upplifað það að það borði of mikið eða of lítið. Það getur orðið reitt. Það getur misnotað eiturlyf eða lyf og áfengi. Það getur ánetjast nikotíni í gegnum tóbaksreik, þið vitið, rellur og púðar. Afsækjaði ég hlæja þessu, þetta er ekki fyndið, en mér finnst bara orðið púðar mjög fyndið fyrir bakkið, sko. Ok, að forðast vini og vera mikið heima hjá sér. Og að hér er svolítið áhugavert, exercising less often. Þið sjáu þetta alveg, þú veist, nú er enginn að segja að líkamsrækt lagi hlutina 1, 2 og 3. En það eru allir að segja, og þegar ég segi allir og meina ég, að líkamsrækt gerir ekki illt verra. Líkamsrækt er verkfæri til að takast á við erfiðleika og líkamsrækt ein og sér mun líklega ekki bjarga þér eða laga allt. En það er mjög gott að byrja þar. Ok,
ég hugsa að stress sé líklega einn stærsti þátturinn í því að verða ekki 120 ára orðum þetta. Það að lágmarka stress og læra að takast á við stress er einn sterkasti þátturinn í því að verða 120 ára. Ok, gott fólk, við erum alveg að komast í genum þetta sko. Áður en ég sofna, nei ég er nú ekki að sofna, en áður en ég missi röddina eða eitthvað, þið vitið, þetta er alltaf erfið fæðing hjá okkur, eða allavega krefjandi. Sko, númer 5, svefn. Ég hef ekkert rosalega mikinn áhuga á svefni. Ég veit að hann er rosalega mikilvægur. Ég reyna að sofa 8 tíma á nótt, á kvöldin, eða ég reyna að sofa almennt 8 tíma. Nú erum við 5 mánaða, það gengur ekki alltaf upp. Örsjaldan er ég andvaka, af því að ég sé ekki með athyglisbrest, en ég get verið mjög ofvirkur. Það er að segja, ég get ofhugsað hlutina og ég get hugsað mjög margt og ég fæ rosalega mikið af hugmyndum og ég er rosalega frjór og skapandi og það er ofurkraftur, en stundum ligg ég á koddanum og er bara það þarf að gera þetta þannig að það getur truflað svefn. Enn og aftur sama á með álag og stress, það þarf að byggja upp verkfærabox. Hvað hjálpar mér þegar kemur að svefni? Hvað hjálpar mér? Ég tek magnesium, ég er ekki á samfélagsmiðlum á kvöldin, ég reyni að horfa á eða lesa eitthvað jákvætt. Ég hef ekki getað lesið mikið í bræðrunum Karamazov upp á síðkastið því ég hef einfallega verið of þreyttur og svo bók er of þung til að takast á við í þreytu. En í fullkomnum heimi þá væri ég með eitthvað auðmeltanlegt við náttborðið, eitthvað sem ég geti gripið í og lesið. Hvað meira, ég er ekki orðin svo djúpur að vera með eitthvað blá-rauð gleru eða eitthvað birtustýringu eða eitthvað skilur, en jú, ef ég kemst í ræktina og detta þungt þá sef ég vel. Ef ég kemst í sánuna og tek 20 mínútur þá sef ég vel. Ef ég hins vegar sitt inni á skrifstofunni fyrir framan tölvuna allan daginn á þess að fara út úr húsi, þá eru bara góða líkur á því að ég mun ekkert sofa nóttina. Þannig að þetta er svona, maður þarf að finna sér sín verkfæri og hafa þau við hendina. Og ef að fólk spyrir af hverju er svefn mikilvægur, þá mæli ég með að bara tjekka á því og lesa um það og kannski kíkja á bókinans Matthew Walker, gangandi vegfarandinn, sem ég hef ekki lesið, en hún er víst góð. 20 viðbót, tilgangur. Ef þú ætlar að verða 120 ára, þá þarftu að hafa tilgang, mission, verkefni. Ég tók viðtal við 91 ára Ainu konu daginn. Ainu eru frumbyggjar norður Japans. Hún er í fullu fjöri. Hún er ekki að stangastökkva heimsmet eða hlaupa marathon, en hún er skýr, þráðbeitt í kollinum og hún er með mission, hún er með tilgang. Hennar tilgangur er að berjast fyrir réttindum og menningu Ainufólksins og það mun halda henni á lífi til 120, þú veist, þess vegna, maður veit það ekki, en hún er allavega, hún er bara on a mission, sko. Og þú veist, hér koma bara svona, sko, þetta eru klísjur en þær eru sannar. Gerðu það sem þú brennur fyrir, ekki gera það sem þú þolir ekki. Hér er enginn að tala um það að þú meir ekki gera neitt sem þú fílar ekki. Hér er enginn að tala um það að þú verður að gera alltaf bara það sem þú elskar. Það er ekki það. Það er allt í lagi að vinna verkefni sem þú hefur ekki gaman að til að fá tækifæri til að gera eitthvað sem þú elskar. Það er allt í lagi. Það er bara að vera að tala um það að þú verður að hafa tíma til að sinna því sem þú elskar. Þú verður líka að hafa tíma til að sinna því sem þú brennur fyrir og því sem þið langar að skara fram úr í. Þú veist, þú getur verið í 60% vinnu eða vel 100% vinnu í einhverju sem þú brennur ekki fyrir. Ég myndi reynda að ef þú ert í 100% vinnu sem þú fílar ekki, þá myndi ég reynda að mæla með að abandon ship, en ef það er hægt, sko. En þú verður að hafa tíma til að sinna því sem þú brennur fyrir, hvort sem það er, sko, hliðarverkefni eða fullt starf eða áhugamál. Þú veist, ég brenn fyrir hlaupum, mig langar að hlaupa marathon á 2:30 eða eitthvað, skilur. Ef það er markmiðið, þú getur alveg verið í fullu starfi þú veist, ég veit ekki, bara í skattinum eða eitthvað, whatever, skiptir engum máli, svo bara hleypuru eftir vinnu eða eitthvað. Ef þú getur sinnt því sem þú brennur fyrir, þá er það bara fínt. Ef þú ert með tilgang eða mission,
eða verkefni í lífinu, þá er það bara fínt. En ef þú hatar eitthvað, þá er kannski betra að skoða það og mögulega reyna að komast hjá því að sinna því. Þannig að maður verður að hafa tilgang, og þetta heitir á japansku ikigai, og gamalt fólk, eða eldra fólk talar oft um þetta. Af hverju þetta á lífi 98 ára? Það er af því ég er með ikigai, ég er með tilgang. Ég er að búa ennþá til hérna gamalt sverð, eða japansk sverð á hefðbundin hátt. Það veist, fólk þarf að hafa tilgang. Ok, gott fólk, síðasti punktur. Þetta er rosalegt. Og þetta fjallar einfaldlega um læknisfræðilega aðstoð. Ef maður ætlar að vera 120 ára, þá þarf maður mögulega á einhverjum tímapunkti að bregða sér frá eigin líkama og náttúrulækningum náttúrulækningum yfir í læknisfræðilega aðstoð. Læknavísindin hafa gert margt mjög gott, þau hafa líka gert margt mjög slæmt, en af hverju ekki að nota það sem þau hafa gert vel til góðs. Ég hef heyrt að lyf þegar kemur að hjartavandamálum og æðakerfinu eru mjög góð. Ef að þú ert genatíst með háan blóðþrýsting, þá getur þú tekið lyf sem hjálpa þér, og þú getur líklega að lifa bara eðlilegu lífi í mörg ár ef ekki áratugi með hjálp slíkra lyfja. Það þýðir ekki að þú getur bara setið í sófanum og étið Cheetos og drukkið Diet Coke. Nei, þú þarft líka að fara út að skokka og fara í sánuna og allt það. Þið vitið, það sem hentar ykkur. En lyf geta hjálpað í ákveðnum tilfellum, sérstaklega ef maður er 105 ára og ætlar að taka síðustu 15 árin í góðu formi, þá geta lyf hjálpað. Stóðtæki, þú veist, ég veit ekki, ef maður er bara í fullu fjöri nema hvaða hnén eru farin, skilurðu. Af hverju ekki að fá sér stóðtæki? Það er líklega eitthvað sem mun hjálpa fólki í fremtíðinni og hjálpar fólki í dag. Líffæra ígræðslur, kannski er það eitthvað sem mun hjálpa okkur í fremtíðinni að verða 120 ára. Stofnfrumur, ég þekki þetta ekki nógu mikið. Ég er ennþá með allar mínar vísdómstennur, endajexlana mína. Þeir eru stofnfrumu bælin mín. Ég nú veit ekkert hvort ég sé að flauta hérna með raskatinu eða ekki, sko. Maður hefur heyrt þetta, að það sé hægt að vinna ykkur stofnfrumur úr endajöxlum. Kannski er þetta bara flautandi kjaftaði, en það getur, það kemur í ljós. Ég ætla allavega ekki að taka endajöxlana mína, enda engin þörf, því að ég get geimt bara í penna á milli tannana mína, sko. Það er alveg no pláss til þar. Sem sagt, þú veist, ef maður ætlar að lifa til 120 ára, þá er ekkit að því að fá smá læknisfræðilega og lyfjafræðilega aðstoð. Ok, sem sagt, þetta er formúlan til að verða 120 ára. Stundarhreyfingu sem hentar þér, borða mat, fasta eftir því kerfi sem hentar þér, minnka stress og læra að takast á við stress, svefna, sofa, nota svefnin til að láta þér líða vel. Hvernig getum orðað þetta? Þú veist, þetta er mismunandi eftir fólki. Ég myndi samt segja að 6-7 tímar er algjört lágmark. Ef einhver kemur til þín og segir ég þarf ekki nema 5 tíma af svefni, þá segi ég sofðu bara í 7 tíma, maður. Af hverju ertu að taka annan séns? Þú veist, kannski þarft ekki nema 5 tíma, en kannski myndi þið líða betur eftir 7 tíma. Sofið í 7-8 tíma. Veist, ég held að það sé alveg til nóg af rannsóknum og niðurstöðum sem benda til þess að það sé hollt. Tilgangur, þú þarft að hafa tilgang. Ef þú ætlar að vera 120 ára, þá verður að hafa tilgang. Hver hann er, þú þarft ekki að vera frægasti tónlistarmaður á Íslandi. Þú þarft ekki að vera besti stangastökkvari í heimi. En þú þarft að hafa tilgang, þú þarft að geta sinnt því sem þú brennur fyrir. Það má vera hliðarverkefni, það má vera áhugamál, það má vera 50% vinna, 30% vinna, skiptir ekki máli. Það þarf bara að vera einhver tilgangur. Og númer 7, ef þú ætlar að vera 120 ára, þá þarftu líklega einhvers konar læknisfræðilega aðstoð, og það er ekki til að skammast þín fyrir. Það er bara af hverju ekki að nýta góðu hlutina sem hafa komið úr annars ófullkomnur kerfi. Það er ekki fullkomið, en það er ekki ófullkomið, eða það er ekki ömulegt heldur. Þetta er efni annan þátt. Ok, sem sagt, ef að fólk hefur áhuga á því að verða 120 ára, eins og ég,
hörðu, ég reyndi að gleyma að nefna hérna áfengi og eiturlyf sko, það kannski þarf ekki að nefna það en hérna, það er nú mælt með því að lágmarka áfengi og eiturlyf ef fólk ætlar að lifa lengi af því að áfengi er eiturlyf og eiturlyf eru eiturlyf og eitur er eitur og það er mælt með að takmarka það og ég held að það séu engin í raun og veru held ég að séu engir jákvæðir hérna, þættir hvað var það áfengi ég held að sé, veist, að fólk er eitthvað svona eitt vinglas og bara lipidi og eitthvað skilur það ég held að það sé bara neikvætt að drekka áfengi en það er líka veist, hvað segir maður það er margt neikvætt í þessum heimi skilur það er neikvætt að fara í hérna, röngamyndatöku af því að veist, það er ekki gott fyrir líkamann og svona en veist, þetta snýst ekki um að vera fullkominn þetta snýst bara um að vera flottur 80% tímans þannig að svona áfengi og dóp halda því í lágmarki og þá erum við flott ok, þetta var fæðing en hún hefnaðist bara ágætlega held ég gott fólk, takk fyrir að hlusta takk fyrir að horfa það er nóg framundan, við erum að tala sko í næstu viku þá ætla ég að gera þátt með ferðaráð ferðaráð Japan ef að þig langar að ferðast til Japan þá er þetta þáttur sem þú þarft að hlusta á ég fjalla sko efnahaginn, ég fjalla loftslagið og veðurfar og landafræðina og allt þetta ferðaþáttur Japan ferðatips síðan kemur myndbandsþáttur Tævan myndbandsþáttur nyrsta odda Japans ég ætla að gera þátt íslenska sögu bara svona klukkutíma þátt þar sem ég tek fyrir sögu Íslands eins og hún leggur sig það verður merkilegt og svo eru að koma gestaþættir og viðtalsþættir og spurningaþættir og fleiri myndbandsþættir og ég veit ekki hvað og hvað gott fólk árið verður svakalegt takk fyrir stuðningin, takk fyrir að hlusta takk fyrir að horfa og við heyrumst og sjáumst í næsta þætti